Ungt fólk og lýðræði er ráðstefna þar sem ungt fólk kemur saman og hittist og talar eitthvað sérstakt málefni sem við ætlum að taka fyrir þá helgi. Núna vorum við að taka fram umhverfismála því að okkur fannst umhverfismál ekki vera nógu mikið talað um. Ég held að umhverfismálin séu það fjölþætt að það liggur við að nánast sama hvar maður drepur niður getur maður haft áhrif. Mikilvægi þess að séu jafnvægi bara í náttúrunni. Svo Sahara-eyðimörkin virkar með Amazon-frumskóginum. Mér fannst ótrúlega krúttlegt hvað þótti vænt kóralrifjafiskinn. Þegar kemur umhverfismálum þá er auðvitað bara ágætt að skoða neyslu sína, skoða hvernig maður ferðast á milli staða og reyna að vera öðrum góð fyrirmynd. Það er mikilvægt að við gerum okkar besta svolítið í umhverfismálum, en við þurfum samt líka að passa, við þurfum að lifa. Stundum eru einföldustur lausnirnar bara að setjast niður með tebolla eða lesa bók eða eitthvað svoleiðis að það getur verið mjög umhverfisvæn ákvörðun. Búið að vera geggjað gaman og hópurinn búinn að þjappast svo vel og fólk búið að kynnast mjög mikið. Sundlaugarpartí í gær, allir í þvílíku stuði. Ungt fólk hefur áhrif með því að láta rödd sína heyrast. Og það er bara svoleiðis, af því ef við látum ekki rödd okkar heyrast, þá gerist ekki neitt. Og það er allir svo opnir fyrir því að taka við nýjum hugmyndum og að við megum segja okkar skoðanir. Með hvernig búin að ganga, það var bara rosalega flott. Gott að koma hérna, bæði til að hitta fólk og svo bara til að ungt fólk fá að segja það sem þeim finnst. Ef þið hafi ekki komið áður, bara endilega skrá okkur. Það skiptir ekki máli þó hvort þið séu 16 ára, 25 ára, öllum velkomið. Bara skellið ykkur ungt fólk og lýðræði. Þið munu alls ekki sjá eftir því. Það verður geðveikt gaman.